Gott kvöld og velkomin á Jakan og leik körfuknattleiksdeildar vestra gegn Hamri frá Hveragerði. Áður en að leikurinn hefst þá ætlum við að hafa hér örlitla athöfn. Þannig að Orkubú Vestfjarða einn af bakhjörlum körfuknattleiksdeildarinnar og hér í kvöld ætla Orkubústjóri Elías Jónatansson og Ingólfur Þorleifsson, formaður körfuknattleiksdeildarinnar, að undirrita og í raun endurnýja samning milli aðila. Þetta mjög mikilvægur samningur sem hefur tryggt okkur gott húsnæði fyrir yfirþjálfara og þjálfara félagsins og hefur í raun lagt grunninn að því góða starfi sem við höfum reynt að standa fyrir síðastliðin 3 ár. Það því mikið gleðiefni að þessi samningur skuli undirritaður hér í kvöld að viðstöddum mörgum starfsmönnum Orkubús Vestfjarða, en körfuknattleiksdeildin bauð Orkubúinu á þennan leik. Og þegar að þeir herramenn hafa lokið þessari undirskrift, að þá mun ég gefa hér kynni kvöldsins orðið. En það þarf í rauninni ekki að tíunda mikilvægi stuðningsfyrirtækja og stofnana hér í héraði við körfuknattleik og aðra íþróttastarfsemi í sveitarfélaginu. Eigum við ekki að gefa þessum samningi gott klapp? Og þá vil ég gefa mikrofóninn til Baldurs Inga Jónassonar, kynnis kvöldsins. Gjörið þið svo vel. Já, verið velkomin á leik Hamars og Vestra hérna í kvöld. Þetta verður, við lofum góðu fjöri hér í kvöld, engin spurning. En við ætlum að byrja að kynna lið gestana frá Hamri. Það númer 4, Kristoffer Gíslason. Númer 5, Marko Mlekic. Númer 6, Everett Lee Richardson. Númer 7, Geir Elías Úlfur Helgason. Númer 8, Julian Radzik. Númer 9, Kristinn Ólafsson. Númer 10, Ragnar Jósef Ragnarsson. Númer 11, Dóvítas Straskunskas. Og númer 14, gamalkunnur einstaklingur, Florian Jovanov. Og eins og þið sjáu þá eru hérna á hliðarlínunni mjög ungir og efnilegir leikmenn 3. og 4. flokks vestra sem voru að keppa á nettómóti á síðustu helgi og stóðu sig alveg hreint með prýði. Framkom og keppni samt til fyrirmyndar. Ég ætla þeir eru sem sagt að leiða meistaraflokksleikmenn inn á. Númer 2, Ingimar Aron Baldursson. 4, Hilmir Hallgrímsson. 5, Helgi Snær Bergsteinsson. 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. 7, Júri Guninja. 8, Egill Fjölnisson. 10, Daniel Veil Adele. 11, Rúnar Ingi Guðmundsson. 12, Hugi Hallgrímsson. 13, Guðmundur Auðun Gunnarsson. 14, Adam Smári Ólafsson. 15, Nemanja Knesevits. Dómarar í kvöld eru Friðrik Árnason og Helgi Jónsson. Og við viljum svona minna á að hérna börnin eru náttúrulega ábyrgð foreldra hérna og svona viljum helst ekki að þau séu að hlaupa hérna mikið svo umgjörðin gangi vel fyrir sig í dag. Ef ekki að gefa hérna vestra krökkunum gott klapp hérna. Þið stóðu sér frábærlega síðustu helgi. Já.
Gleymdi ég þeim? Já, hann gleymdi þjálfurunum. Hann steingleymdi Náttúrulega- þjálfurunum. Ég gleymdi náttúrulega þjálfurunum. Þjálfari Hamars er Matti Dalmæ og honum til aðstofar Hraunar Karl Guðmundsson og hjá vestra er það sjálfsögðu Yngvi Páll Gunnlaugsson og Nebojsa Knesevits er honum til aðstofar. Ok, þetta er komið. Djöfull spenntir fyrir þessum leik í kvöld. Já, Síðasti heimileikur fyrir úrslitakeppni hjá vestra. Þetta verður stuð. Þetta verður eitthvað skemmtilegt. Vonandi. Ég býst alveg við svona nokkuð spennandi leik. Þetta Hamar náttúrulega er í þriðja sæti eins og 2 stigum frá ofan vestra Sjálfsögðu. og þetta er svolítið skemmtileg staða hérna á toppnum í þessari deild. Þetta er orðið svona, þetta er ansi jafnt búið að vera hérna í efstu 5 sætunum. Þetta er búin að vera jafnt yfir allt tímabilið, sko. Allt svona þétt saman hana frá vestra til Þórs. Það eru rauninni 2 leikir eftir og það bara getur eiginlega allt breyst. Nema reynda það að ég held að vestri muni ekki geta lent ofar heldur en í 3. sæti. Þess að vestri, þeir eru náttúrulega búin að spila við Hamar 2 í vetur, unnu fyrir leikinn, töpuðu seinni leiknum með 1 stigi. Þannig að ef að vestri vinnur núna þá eru þeir með betri innbyrðis viðureign. Ef að vestri vinnur báða leikina sem eftir eru, þá er örugt að verða fyrir ofan Hamar, sem er núna í 3. sæti, og næði að minnst á kosti 4. sætinu. Og vestri gæti jafnvel náði 3. ef að Höttur tapaði öðrum eða báðum sínum leikjum gegn Fjölni og Selfoss. Já, sem er kannski harla ólíklegt. Þetta verður svona mjög erfiðri leiki hjá báðum. Þeir gætu reyndar tapað á móti Fjölni, já. Já. Fjölni er náttúrulega í öðru sæti. Selfoss og vestri átti náttúrulega mjög spennandi leik síðast þegar þeir mættu til Selfossar. Já. Unnu tæplega í 4. leikhluta. Já. Það er mjög gríðlega spennandi leikur. Já. En þetta er svolítið skemmtileg stað, sko. Ef til dæmis, af því að Höttur er með betri innbyrðis á vestra, ef bæði lið sigra báða leiki þá verður Höttur alltaf ofar. Já. Eða ef liðin lenda jöfn, þá verður Höttur alltaf jöfna stigum, þar að segja. Þá verður Höttur alltaf ofar. Þetta verður mikilvægur sigur handa vestra. Já. Hamar er, já, eins og þú sagðir, við erum staðsett í deildinni þarna. Já. En eins og segir, sko, vestri getur ekki náð Fjölni í öðru sætuna því að þó svo þau myndi jafna það stigum, sko, en þess að Fjölnir er með betri innbyrðis viðureign, 2 sigur og 1 tap. Og það myndi ekki skipta máli þó vestri inn í báða leikina og Fjölnir tapaði báðum. Já. Þessum náður ekki ofar heldur en 3. sætinu. En það sem er stundum hættan á þessum tímapunkti, það er að lið fari svona að leika sér því að tapa eða vinna eftir hvaða lið þeir vilja helst fá í úrslitakeppninni. Ég efast nú samt að það sé tilfelli hjá Þór og Fjölni. Þeir vilja náttúrulega, Fjölnir hefur ennþá séns á að vinna deildina. Þarna? Já. Þetta byrjar ljómandi vel bara með vel gert. einföldu layupi hjá Júri. Vel gert. Góð vörn þarna hjá honum Manja. Efris náttúrulega mjög sterkur. Þessi er sterkur. Það verður leikmaður. Já, þetta var augljós villa hérna hjá Huga. Það er reyndar slá í boltan. Já, reyndar slá í boltan. Fór aðeins svo mikið. Hendina á honum. Hann heiti Julian, þessi. Julian Rajic. Alveg fín vítasketta. Fyrst ofan í. Seinna ofan í. Já. Sýnist hann bara að vera með 100% vítanýtingu
Nei, hann með 60% vítaendingu, hann, Julian. Og Villa á Rajic. Þetta voru mjög spennandi leikur. Það var spennandi að sjá hvernig Vestri mun spila án Nebo í kvöld. Náttúrulega hann meiddist móti Selfossi síðasta leik í Öklinum. Já, þeir eru ekkert að taka neina sénsa með það. Nei, vilja frekar fá hann góðan í í úrslitakeppnina. Já, skiljanlega. Everett kemur boltann og beint í þristin. Airball. Já. Við höfum ekkert eftir að sjá marga svona airball frá honum held ég í kvöld, sko. Ekki í kvöld, sko, alls ekki. Ágætis þryggjast eða skipta. 37%. Já. Góð Frábær sending. sending hann. Virkilega vel gert. Góð sending bara gulls í gildi. Þegar það þurfti valla að gera nokkuð skapaðan hlutum bara að leggja núna í. Þau reyna að fylgja Everett hana. Vel stólinn bolti næst í hann Manja. Góð vörn. Þau berast boltan hana. Í barátta hérna. Nei. Lélega sending. Og hann treður. Léttur stig. Marko treður. Svona yðnaðar tróð eitthvað. Og Júri á kantinum, niður á Nebo að sjálfsögðu. Já, þetta Villa. Heyrðu, þetta alveg stórfurðulegt. Helgi ekki sáttið þannig með þetta. Þetta alltaf auðvitað. Þetta alltaf auðvitað. Við þarfum að standa aðeins fastar hana. Í Hallgrímshátti mjög góðan leik, síðast móti Selfossi. Beint í þristin. Þristin, klikar. Markið með frákastið. Hugi fer bara ekkert frá Everett, hann leifir honum ekki að fá boltan. Hann svolítið. Þetta þykir það skot, það aftur airball. Hann stór og sterkur þessi gaur. Lítur út fyrir að vera það. Beint upp með þetta drengur. Sending, já, og 2 stig hann von. Nei, skotin sjálfur. Þetta má ekki, við viljum ekki sjá þetta. Misteysi þegar hann lendi. Lent ofan á einhverjum. Hann er lent ofan á einhverjum. Við viljum ekki þetta. Það var ekki gott. Já, hann lendi ofan á fætinum á honum hérna, Marko, sýnst mér. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott fyrir úrslitakeppnina. Ég vona að hann bara kæli þetta strax og setja þrýsting á þetta. Það flýtur ótrúlega fyrir. Þorleifur fyrir beint í málið, hann á í klakkan. Og Gummi verður að taka vítið. Kemur inn af bekknum og setur það sjálfsögur. Og Ragnar kemur um boltan. Þetta á Geir. Vestri fyrir beint í svæði. Þetta svæði hjá Vestri er búin að virka mjög vel þetta tímabil. Já, það virkar bara erfitt fyrir önnur lið að... Þetta var flott layup. Erfitt fyrir lið að ná layupum eða þú veist komast inn í teginn þótt að þetta sé og fá skot. Já, það er það sem það er einmitt tilgangurinn oft með svæðisvörninni. Reyna svona stíla á það að skot er ból aftur. Það er stíla á það að menn skjóti fyrir utan. En þetta er svona gert þess að komið veg fyrir að með sér að dræfa kannski. En hann kemur inn. Hann er ansi öflugur þessi. Julian hérna. Vel gert hjá honum. Hann fer sterkt á körfuna. Stór og stæðilegur gaur. Já, Júri. Galopinn, hann er galopinn annar drengur. Þetta var engin vill að hana. Og Everett fær hérna auðvelt layup. Allt og auðvelt, það er timeout hjá Vestra. Ekki sáttu við þetta? Þetta var allt og auðvelt hana. Nefn hann hjá galopinn undir körunni, þetta var bara sending inn sko. Ekkert annað. Sendingin hjá, eftir hindrunina það hefði Júri mátt senda. Júri fær hann að boltan og engin hjálp. Galopinn undir körunni. Bara hausinn upp hana. Akkurat. Allavega þetta er fín byrjun, 7-12.
Vonandi þetta ekki alveg meisli hjá honum Adami. Já. Því þá það ekki nógu gott. Það auðvitað aldrei gott að missa byrjunarliðs leikmenn út af. Já, bara ekki neitt leikmann sjálfsögðu. Aldrei gott að menn meðast. Vonandi verður hann góður fyrir næsta leik. En ég vona líka að hann spili eitthvað eftir í þessum. Já, 5 stiga munur. Við farum svona svolítið hratt af stað. Það ekkert mikill tími gefinn í sóknaraðgerðir. Það meira verið svona að keyra bara á körfuna strax í fyrsta tækifæri. Það er bara mjög gott. Svo Hugi kom með eina villu og bara þeir eru að fara að sækja sér villur. Já. Þeir byrja að pressa. Já. Góður boltaðan. Gummi galopinn. Þau leita Nemanja inni. Nemanja. Já, fallir heiði. Maskína. Þetta er svo ljúft. Þetta er svo ljúft og skemmtilegt. Já, nú er það bara að fara að heyrast í áhorfendum hérna. Mjög góð Góð mæting. hvatning. Fín mæting. Ragnar, þessi má... Og blokk hjá Huga. Blokk hérna. Já, ná þessu, drengur. Og villa. Já. Þetta er nú sennilega rétt. Ná boltanum strax bara. Það var 2 skota Ragnar. Það er skipting. Út af þeir Julian og Geir. Og Florian og að sjá, það er Dovitas kemur inn á. Florian gamall leikmaður hjá KFÍ. Já, hann hefur spilað nokkra leiki hérna, veit ég. Florian. En hann Ragnar klikkar á fyrsta. Klikkar á öðru líka. Og Vestri keyrir beint upp boltann. Nú væri flott að geta fengið bara eina góða sókn. Kíkja niður, já. Handshake. Ég myndi vilja sjá Nemanja reyna að ná sér í stöðu aðeins nær körfunni. Það gerir gerir það verkum að vörnin hjá Hamri þarf að þétta sig meira og opna meira fyrir hinna. Já. Og hann blakar hann inn. Að lína dómar hana. Já, þeir eru svona að þreifa fyrir sér á móti svæðisvörninni. Þetta var nú frábær vörn þarna hjá Nemanja. Hann leita á Nemanjana strax undir. Hann gerir sína vinnu. Góð sending á Ingimar og þetta er galopinn þristur. Klikkar. Já, hann fer upp. Allt og létt. Allt og sterkur. Góður að búa sér til svæði. Allt og sterkur. Hann er svo góður í að búa til svæði. Þetta séu sjálfum bara. Við sjáum þetta 6-0 run hérna hjá Vestra. Fín boltarhreyfing. Við hefum ekki gefa honum þristinn. Upp á Everett. Já, flott frákastarlegt. Everett skoraði síðast á móti okkur 48 stig. Já. Og 38 heimavelli ef ég man rétt. Það er eitthvað 36. sem við viljum ekkert endilega hann endurtaki. Herru, af hverju? Þetta er alveg magnað. Flott vörn þarna. Já. Við ekki það, ég sýndist þetta nú að vera svolítið vill hérna hjá hann. Já, jú, Já, kannski ég menn smá. hann hleypur í hann. En það er svona, þetta er partur af þessu. Já, gott skrín hérna, hvað er með hann núna? Já. Þarna, Flott. galopinn Gummi, Og upp. en ok. Æjæjæjæjæjæj. Það er ekki að klára þetta. Það er eitthvað högg þarna, sýndist mér. Við viljum ekki missa hann líka. Nei, alls ekki. Þetta var vill á Dovitas, önnur villan hans. Og Nemanji situr fyrsta. Já.
Klassik. Og Hann er búinn að seinna... setja tæpa 80% í vetur á vítalínunni. Kingsar smá þarna. Klikkar hann til. Everidge kemur um boltan. Það er halda áfram í svæðisvörninni. Já. Það er einhver svona Og skiptingar. einhver skilmissingur hann á milli þeirra. Skiptingar. Dóvítas og Ragnars. Dóvítas út og hann Julian inn. Já, nú þurfum við að fá boltan í flæðið, fá sendinguna, fá aðra sendingu strax. 10 sekúndar eftir. Já, fín sending. Gallopin, settur þennan drengur, þarna. Hann er með þetta. Þetta er Glæsilegt. hann er búinn að bæta sig. Gaman að sjá. Þannig að, já, þeir hreyfa boltan niður núna á móti svæðinu, en þetta er skref. Já. Þetta er hárrétt. Vel gert. Góð vörn. Og það tæmar. Já, nú tekur, enda ekkert skrítið, þetta er hérna búið af 10-0 run hérna hjá Vestra. Á 7-12 rétt áðan og bara á 3 mínútum hefur þetta algjörlega snúist við. 10-0 run. Já, eina sem þarf er bara góð vörn og sóknin kemur svo. Að sjálfsögðu. Það hjálpar alltaf. Þetta byrjar oftast í vörninni. Vestri er eitt af betri varnarliðum í deildinni. Já, þeir hérna er svona ef við tölum stig fengið á sig og þá er það sjá. Þá held ég að við séum vel ágætis málum þar og sérstaklega í frákustum og slíku. Já. Líka. Þetta erum við náttúrulega með eina frákasta maskínu þarna undir í Nemanja. Þeir alltaf pressa það, við syns þetta vera 2-2-1 pressa, aftur í maður og mann. Löngsending frá Huga. Já. Og 2 vel stig. gert hjá Ingimari, vel gert þarna. Að gera bara keira á köruna. 5 stig. Hendur á... Halda áfram í svæðinu. Fín Everidge boltareyðing. þristur, setur hann. Já, þetta er það sem hann getur gert. Fyrsti þristur í leiknum. Hefði þetta að keyra hana. Já, komum með hann inn. Horfðu á. Og... Horfa inn í... Florian setur það ekki eða hvað, nei. Þessi manneski. Vá, maskina í þessu. Hugi gefum boltan, já. Gefum boltan inn á Nemanja. Þeir verða tvöfald alltaf. Það sjálfsögðu. Get ekki gert það annað. Sko. Villa. Nei, hann fær voðalega lítið. Það er frið. Og Geir fer upp í þrist. Og setur hann. Já, svona breytist þetta. Svona breytist þetta hratt. Allt í einu einstigs munur bara. 6-0. Já, frábærlega gert. Óheppinn að klára þetta ekki þarna. Mikilvægt að keyra á köruna. Já. Og við viljum endilega, eða vestramenn vilja endilega að Everidge sé að fá villur. Það er engin spurning. Það eru skiptingar á bæðilegum. Gulli, Hilmir fyrir Ingimar og ég held að Gulli sé að skipta fyrir Huga en já, sá ekki alveg skiptingarnir á Hamri. Það er síðustu leikmannum Kristófer var að koma inn á með 4. Já, Hugi setur fyrra vítið. Og seinna af. Klikkar á seinna. Óheppinn þarna. Ragnar ákveður að taka boltan upp.
tapar boltanum aðeins hana. Það er nú Fer spurning. beint í pjögið. Já, hann varði eiginlega að skjóta þarna, það geta bara hreinlega fengið. Villa. Nei. Og Kristoffer stelur boltanum þarna bara og fær auðvelda körfu. Þetta er klaufaskapur. Strax svo er jafntefli. Mínúta eftir. Já, heyrðu, hann fer yfir Nei, bakið. ná þessu drengur. Hann fer yfir bakið á hann, sko. Þetta ná þessu, ekki leifa boltan og rúla svona út. Já, þau eru alltaf að leifa þessu bara að fljóta. En það er líka bara ágætt. Og Ragnar fyrir þristinn. Og af. Klikkar. Við með frákastið, sterkt frákast. Keirað á þetta drengur. Nei. Já, skemmtileg sending Þarna. þarna. Gleymdu Júrið þarna bara gala hún út í körfunni. Skýta hann eftir. Góð mæting á leikinn. Já, fínasta mæting alveg. Já, Ragnar. Flóter af. Flóter. Klassik með manni með frákast. 24 sekundar eftir. Já, nú er skynsamlegt að stoppa. Já, þarna. Og þetta finnst mér vera frábært. Hérna erum við með ungan verðinlega leikmann sem að veit nákvæmlega hvað á að gera. Já. Hann hefði getað farið upp í skotið þarna. Það hefði getað gert það. Já, hefði getað gert það. En hann, sjáðu. Þetta var fallegt. Þetta var það sem á að gera. Sjáðu, þetta er akkurat eins og þetta á að gera. Við höfum ekki gefið út skot hérna. Nei, þetta er allt. Flottur fyrsti leikluti á Vestra. 24-20. Já. Góð byrjun. Já, þetta er fínt hraði. Ég vil áfram tala þessum hann Hilmir. Hann fær boltan hann á kantinum og tiltölulega opinn, hefði getað skotið. Það eru 24 sekundur eftir. 18 sekundur og 20 sekundur á skotklukku. Í staðinn fyrir að gera það, þá stoppar hann og gefur tilbaka, vegna þess að hann er að fylgjast með því sem er að gerast í kringu sig. Já. Þetta er ekkert, sko, yfirleitt er mjög erfitt að kenna ungum leikmönnum þetta. Þeir eru bara gráður í að bara fara á körfun og skora. Já. Sérstaklega þeir eru svona tiltölulega opnir. En mér finnst þetta bara frábært til fyrirmyndar. Og þetta sástu líka hvað gerðist. Við fengum bara fínasta tveggjastega körfu leigu sem bara endaði alveg eins og myndi enda, sko. Já, ekki það að það gerist alltaf svo sem, en við erum þá allavega með síðasta skotið allavega hérna. Já, svona næstu því. Það var reyndar einhver tími hérna á milli. Góð byrjun hjá Vestra báðum liðum, myndi ég segja. Ég er stoltur af þessu. Ég er stoltur af byrjuninni. Ég er spenntur að sjá lestina. Já, þetta er bara mjög fínt. Eins og þú segir, Vestri er að spila á Nebosja og það er nú heldur betur skarð að fylla, sko. Já. Og svo missum við Adam út af bara eftir 2 mínútur, misti við sig. Vonandi nær hann að recovera smá á eftir og koma tilbaka. En mér sýnist svona á öllu, sko, að þetta sé það mikið að hann geti ekki komið aftur inn á. Hún eiga gott tímabil hjá með Vestra. Allána byrjum áttur. Annar leikluti. Já, það er áfram Sæðisvörn. Yngvi duglegur að rótera liðinu. Þetta er sóknarvill. Hann setur rassinn í hann bara og ítir hann með rassinu. Þetta er alveg svakalega sterkur leikmaður greinilega. Það er ekkert hver sem ítir nefn manni að svona. Step back, þristur. Vikar. Það er að æfa þetta á æfingum. Kemur hérna, já, skynsamur, snýr tilbaka, stillu upp. Ragnar keyrir á körfuna. Það er erfitt skot, en næstu er búinn að setja það hana. Júra kemur boltan. Bitt á hann. Nei, Hilmir fyrir geðu. Gulli gallopinn. Villa. Já. Þarna. Mikilvægt að sækja þessi villi. Frábær sending hérna hjá Hilmi. Gulli hefði mátt setja þetta honni. Mjög erfitt skot. Það var brotið á honum hana. Ítt í hann í loftinu. Sennilega misti jafnvægið í loftinu. Flott kött samt. Já, það var bara ítt í hann. Ég held að Hilmir sé með augu í hnakkanum. Hann sér allt hérna. Hann er með augun allstar. Hann er með augun á klukkunni og hann veit alveg hvað er að gerast inn í kringu sig.
Og Gulli setur bæði. Klikkar að Hilmir nær nær frákastinu. frákastinu sem er bara ljómandi fínt. Og Júri fer upp í þristinn. Og setur hann. Vel gert. Mér líst Vel vel á gert. þetta. 28-22. Og það er ennþá svæðisvörnin. Mikilvægt að menn séu vel á tánum í svæðisvörninni. Séu hreyfanlegir. Geir kemur hérna og fer Step-back þristur. Þetta var bara vel gert. Setur hann. Þetta var bara virkilega vel gert. Sagði hann eitthvað við Hilmi. Þetta er ekkert auðvelt, sko. Menn eru svolítið að herma eftir hérna Harden. Villa. Já. Já. Það er Kristoffer sem brýtur af sér. Júri. Já, hérna. Hilmir. Kíkir inn á Nemanja. Já. Tapar hann stíði boltanum. Og næstu honi. Góðu hvað hann er ofinn hana. Ja. Og Ragnar og Florian. Florian tekur skotið. Ja. Já, gott frákast af Júri. Florian, mjög góð skotmaður. 61% frá tveggja og 41 frá þristum. Kristoffer að spila fína vörn á Júri hérna. Hilmir. Hann setur þetta. Óöfn hana og við fáum innkastið. Nú kemur Everett inn og aftur fyrir Ragnar. Það þarf að fylgjast svolítið vel með honum. Sýnist þau vera að stilla þetta svolítið upp að hann hlaupi baseline. Nei, hann kemur upp með boltanum núna. Það ætla bara að keyra á körfuna beint og... Sending út, tvistur af. Já, og nefnum hann að frákast við. Já. Var það þristur? Já, þetta er þryggjast það. Það var það þryggjast það. Það fær 3 víti. Nemanja kom með 7 frákast. Djöfullin. Þetta er... Já, það er... 7 frákast í... Fyrstu... Bara hvað, 12 mínútum. 12-13 mínútum. Júri sjálfur kom með 6 líka. En Júri... Fyrsta víti, Oni. Já, setur það. Já, 78% vítaskipta. Já, setur hann í víti. Bæði. Mikilvægt að fá þetta. Síðasta líka. Og þriðja Oni. Klassík. Afskipting. Hugi fyrir Júri. Það er núti. Everett kemur upp með boltan. Setur á kantinn. Það er náttúrulega beint upp í Langur þrist. þristur. Setur hann. Vá. Þetta er nefnilega málið. Það má ekki gefa hann skotið. Menn hljóta að vera búin að læra það núna. Hugi keyrir beint á köruna, sendur það út. sem við gengið á í vetur. Og Heyrðu, Villa þetta er nú furðulegt. þarna, Hvað? Villa dómari. Trúis ekki. Já, og Florian, Hætti við skotinu. Kristoffer. Everett langar að fara í fyrstina til það. Fótur! Já. Það fótur á Nemanja. Ég hef nú frekar farið að dæma 3 sekundur. Hann plantar sér svolítið lengi inn í teignum þarna. Hann Julian. Já. Kristoffer, Everett. Já. Ekki hoppa. Já, hann er bara Uppkast. þreföldum, takk fyrir. Já, Kristoffer setur þetta. Þetta er vel gert hjá honum. Gumi, Hilmir, Villa. Gulli, heyrðu, Slær í hendina. Já, Önnur Villa á, sé ekki nú vel, á hann Julian. Gulli tekur Julian. úrkasti. Hilmir, nei, Hugi.
Kerði það á þetta. Þarna. Næri sinni frákasti. Já, brotið á honum. Vestri kom í Geir bónus. brotið á honum. Vestri kom í bónus. Já, 2 skot. þetta er 5. liðsvillan hjá Hamri en Vestri er ekki komið með eina í þessu leikluta. Það er svolítið magna. Vá, þetta var 3. villan á Geir. Það er ekki nógu gott að missa. Sko, Hamar er komið 10 villur á móti 2 hjá Vestra. Það er að klika sem báðum. Average. Hann ákveður að keyra Villa. Hann var í gólfinu. Ha. Þannig að 3 skot þannig. Nei, hann var 2 skot en þetta er svolítið skrítið að hann skulle fá víti sko þegar Hann var í gólfinu sko. hann braut á hann talsvert áður en dómarinn metur það að hann hafi brotið á honum í skoti. Gummi er ekki nógu sáttur með þetta. Og hefur verið settið fyrra vítið. Setur bæði. Þeir er alltaf að pressa. Sjöfull. Eða hvað? Já. Vák, hann er góður. Bolti. Já, þetta var sendingin aðeins og laus. Það var ákveðnar í sendingunum. Það er skipting. Ingimar fyrir Gumma og Júre fyrir Gunnlaug. Já, Hugi hérna með boltan. Það er skrín frá Nemanja. Og Hilmir upp í fyrst. Já, þetta er pottþétt. Yes. Alveg yfirvegaður og afslappaður. 32% skipta. Nú er Everett. Vák, hann er fljótur. Flott vörn. Fín boltarhreyfing, þeir eru að finna. Flott close out. Já, þetta er leiðin til að brjóta svæðisvörðuna. Það er að vera duglegir að senda boltan. Finna og opna mannin. Villa. Það er það sem að... Hugi þristur. Er ból. Já, boltan er stólið hérna. Og þeir eru 3 og 1. Og hann klárar þetta. Okay. Vel gert. Klárar þetta með vinstri að hægra megin. Gera það frekar oft þetta tímabil. Já, hérna... Það er hérna nýr leikmaður komin inn á. Kristinn, nr. 9. Það segja það er búin. Everett klárar þetta vel. -36, 37. Já, Nemanja fær nær boltanum hana. Þetta er rosaleg hreyfing. Vá. Villa. Hvað er þetta? Villa, dómar. 3 frákvist en náðu ekki að klára það. 3 sárnafrákvist. Beint í þristin. Fín boltarhreyfing. Við megum ekki. Klikkar. Tæpur hana. Á þriðju gestaskotinu. Kristinn. Vestri tekur sem tíma í að stilla upp. Þetta er hnífjafnt maður. Þetta verður örugglega svona bara mest allan tíman held ég. Frábær sending hérna. Þarna líst með. Frábær sending. Á hárréttum tíma. Það er nefnilega málið. Sendingi verður að koma á réttum tíma. Þurfti ekki að gera neitt um að leggja hann á ný bara. Nei, ég má ekki hoppa þessu. Setti sig hérna. Já, vel gert hjá Geir. Liðileg vörn að time out. Það er leiklega. Hugi þarf að vakna. Já, þetta er eins og segja, einstegs munur. Þetta er upp og niður hjá bæði liðum. Hörku spennandi leikur verður örugglega út í gegn. Þetta hafa verið það hingað til hjá þessum liðum í vetur. Fyrsti leikurinn, Vestri vann með 7 stigum, 92-85. Og svo tapaði Vestri með 1 stigi móti þeim 18. janúar. Þetta er... Sæll. Já,
Snæfell, Þór Akureyri. Við viljum vinnast að anleik líka, 33-31 fyrir Snæfelli. Snæfell að vinna. Svo það Selfoss móti Sindra. Þar Selfoss að vinna. Ja, reynt útsagt bara að valta yfir. Þeir eru komið 30 stig mun. Það eru 4 mínútur eftir að öðru leikluta. Það er skemmtilegt að sjá að Snæfell sé að vinna sterkasta liðið í deildinni. Já, mér finnst samt ólíklegt að þeir vinni þá. Ég veit að Þórsararnir séu einum og rólegir í tíðinni hann. Sjáum hvernig þetta endar. Já. Svona samkvæmt öllu allavega, meðan við stöðun í deildinu. Þá ætti Þóra að vera bara að rústa þessum leik. Sko. Sér það Snæfell er búið að vinna 1 leik í vetur. Eru neðstir. Average. Mjög góð varnarleikmaður. Spila stíft á huga. Nú þurfa að fá boltarhefingu, hreyfa boltan, senda. 10 sekundur. Senda á kvarta. Hérna, sjáðan. Ok. Frábært. Þetta er æðislegt. Sett þetta, drengur. Já, kemur. Þetta er frábært. Það er æðislegt að spila með svona stóru mönni sem hafa svona góða vallarsýn eða court vision. Við sjá völlin út allt, finna opna mannin, sérstaklega þeir eru tvöfaldaðir. Sett þetta Guðmundur. Já! Þarna! Fín sending líka hjá Ingimari, taka auka sendinguna. Þetta er málið. Finna besta mögulega skoti hverju sinni. Hérna hefur þetta keyrir á körfuna. Já, hann er búinn að ná sér í góða stöðu. Hann klúrar leiðabinu. Óopinn að klikka á þessu. Það er ekki frákastinu sínu og Everett þristur. Og setur hann. Þetta var ekki gott. Fyrir vestra. Var þetta skref? Svo stelur hann boltanum hérna létt á huga og þetta var skrefið honum Everett sanna. Áfram með þetta smjör. Nei, hann bara missir boltan. Það var ekki nógu gott og Everett kemur að fara að leiða fyrir þetta er allt og auður. Þetta komið upp í 5 stiga mun. Það má alveg búast við að koma svona rönn sitt á hvað. Mjög góð vörð þannig á Everett. Glæsileg sending. Þeir ætla bara ekki að dæma villur á með manni. Það sé verið að brjóta með manni. Og heldur ekki hinum meginn. Þannig að það er greinilega bara línan hérna í dag. Ef á meðan það er á báða vegu, þá er maður bara alveg samt. Galopin. Alltaf engi þannig. Það er bara ljómandi gott ef þetta er á báða vegu svona. Það er fínt þegar að menn fá aðeins að slóta. Ingimar er heitur í kvöld. Þetta er fínt. Eins og segir, það er ekkert að það sé smá svona kontakt og svona á meðan það er leyft á báða bóa. Þá er maður alveg sáttur. Og ég hugsa með þess að leikmennindi sé alveg sáttur við það líka. Örugglega. Já, flott sending. Villa, 2 skot. Sendan hann blindandi bara í gólfið. 11 frákast hjá hann manni. Vá. Það er bara... Það er svolítið... Það eru skiptingar. Geir út af, inn kemur Ragnar. Júre fyrsta vít af. Seinna onni. Everett. Hættur skotinu. Nei, sko þetta má ekki. Nú þurfa menn að vera skynsamir. Það er að segja vestramenn. Maðurinn er búinn að setja 3 af 4 þristum í leiknum. Þá má ekki skilin eftir. Ég meina í svæðishöllinni þá leifir bara einhverjum öðrum að skjóta. Það er skynsamlegt. Þetta er flott hreyfing. Flott vörð hana. Hann á frákastinn og klárar þetta. Vel gert.
Já, nú verður að stilla bara upp og vera skynsamir. Ekki flýta sér of mikið. Ekki flýta sér of mikið. Nei, það var boltan að stundast í. Bara skynsamir. Sett þetta. Hættu við. Allt í lagi. Það verður skynsamir. 10 sekúndur eftir. Gummi langur þristur. Gott frákast hjá Nemanja. Og hann klárar þetta. Já. Sjálfsögðu. Vel gert. Þetta var rennibrautin á Gumma. Já. 10 sekúndur eftir. Núna það einu sem ég myndi hugsa núna væri að skilja Everett ekki eftir. Ekki, alls ekki. Það er bara númer 1 og 3. Já, ekki, já. Og blokkana. Herru, þetta var nú uppi. Já. Skotklukka. Já. Hann skaut í skotklukkuna. Já, ok. 49-53, mjög flottur leikur í byrjun. Mjög jafn leikur. Og já, bara spennandi að sjá hvernig þetta fer. Já, þetta verður örugglega svona bara út leikinn. Ég vona það. Verði aldrei meira en 4-5 stiga munur. Það er það sem gerir þetta svo skemmtilegt. Já, en við sjáumst eftir 14 mínútur. Við tökum pásu.
Jæja, velkomin aftur á leik Vestra Hamars. Nú byrjar seinni hálfleikur. Búinn að vera spennandi fyrsti hálfleikur. Já, heldur betur. Og það svona nokkuð markvert í þessu. Það hjá Vestra til dæmis Júre með tæplega 78% nýtingu með 19 stig. Hugi Hallgrímsson með 9 stóðsendingar. Þeim nú ansi gott. Bara mjög gott. Í hinum hálfleik. Og Anja kom með 13 frákust. Svona bara skilja þetta maskinu í þessu sko. Another day at the office eins og við segjum. Just another day in the office. Svo hjá Hamri þá Marko komin með 5 stóðsendingar og 6 frákust, 20 í framlastig. Everidge með rosalega góða nýtingu, verður að segjast. Hann með 80% í tveggja og 67 í þriggja. Komin með 22 stig, 26 framlagspunkta. Þannig að það þarf að gera eitthvað til að stoppa hann. Það verður allt í gang. Nú byrjum við aftur, 49-53. Ég vissi að þetta var bara alveg svo áðan, spennandi. Já, ekki betur. Júri erfitt skot, setur hann. Í check. Það setur það yfir hávaxnasta leikmann vallarins. Ekkert öðruvísi. 52-53, einu stigsmunur. Hugi spilar bara spil, hann leyfur hann ekki á boltan. Það maður og mann núna, það bara frímerki. Villa heyrðist alveg hingað. Enginn hafi slegið. Þetta var hárréttur dómur. Og hann Marko fer upp í víti. Hann tæplega 80% vítaskipti sem bara mjög gott fyrir stórmann. Já. Mjög gott. En hann setur hann bæði. Hann setur setna. Miklar fyrir hann. Ok. Hugi fyrir bara lappar fram hjá honum alveg. Og Guðmundur höfður upp í þrist. Já. Það dæmdi Villa á Júlían. Þriðja villan hans. Friðrik var tilbúinn að kalla Villa á þetta þegar Hugi hann hljóp fram hjá honum alveg. Þannig að það skiptir ekki máli núna. Hann ætlaði að gefa honum færi á að klára þetta. Já. Þetta stundum svona hagnaregla, það bara allt í lagi. Bara fínt. Já, fín sending hérna. Sjáuð, hann svo... Vá, hann bara... Hann svo mús, finnir sig alltaf svæði til að fara inn. Hann gæti þessu... Já, vel gert. Gott backdoor cut hérna. Já, Everidge. Þetta verður bara alltaf létt backdoor. Alltaf auðvelt. Hugi spila svona haft hana. Já. Það ég ætla að segja... Beint á póstinu og Hugi getur búið sér til pláss. Ingimar upp í þrist, setur það næstu því. Þeir koma hérna fram hjá Júri stelur boltanum. Nær boltanum, já. Nice. Vel gert. Guðmundur. Róar þetta aðeins, já, skynsamlegt. Flott feik hérna, Villa. Ha? Já. Nei, alls ekki tala um hann. Tæknivíti, hann óæstur hérna. Ingu alveg brjálaður. Yngvi bara... Þetta var bara Villa hérna, sko. Já, maður hefði nú haldið það en... Ég myndi strax kalla Villa á þetta, hann keyrði það bara hérna inn, sko. Feikar hann og bara slátur frá bæði Marko, með frá honum, hérna Júlían. Og Everidge í loftinu. Já, þetta svona þar að menn æsa sig, sko. Þá kemur fyrir að jafnvel þó að hlutinni séu ósanngjarnir, þá þarf maður víst að taka þeim. Maður segir það betur um reynslu. Ingu alveg... Já, fín vörðinni að huga. Já, komið boltanum úr höndunum á hann, það er málið. Já, aftur fyrir baktor.
leiða baktorið. Já, fín vörð þarna. Nei. Það er ofnir þarna. Strákar Nei, og svo leiða skilja honum þeir eftir þristinn. Hvað er þetta? Þetta er... Nei. Og Yngvi fær tækniviti. Vá. Hann er búinn að fá alveg nóg af þessu. Veit nú ekki alveg af hverju hann fekk hann núna. Var hann eitthvað öskra? Sýndist það kannski. Sjá bara hérna. Það var eitthvað öskra á hann. Dómarinn. Hann öskraði á leikmanni sinn. Bara fyrir að klósa ekki út á average. Allana, Hugi. Já, nú er málið bara að láta ekki hausinn fara út allt. Megum ekki fá fleiri. Frábær sending hérna. Enn einn stóðsendingin hjá Huga. Frábær sending. Drengur með 10 stóðsendingar. Já, skrín. Everett keyrir á körfuna. Já, þetta er vel gert. Já, Flott blokk hjá Huga. Halla þekki það. Já, þetta er Halla þekki Huga. virkilega vel gert. Nei, allt og langur þristur. Nei. Nei, sending segi ég. Þetta er í góðu lagi. Guðmundur keyrir á körfuna. Leitar að villu. Nei, þetta var of flókið. Of snúin. Já. Nei. Hann kallar þetta svo seint. Já, ég hugsa hann hefði ekki gefið honum villuna líka hefði hann hitt. Ég gruna það. Vá. En fyrst hann klikkaði þá dæmdi hann villuna. Sem er líka bara alls ekkert svo vitlaust Nei. í rauninni, vegna þess að það er svona dregur úr högginu ef þú hittir. Þá eru menn ekkert alveg ósáttir þó svo að villan sé ekki dæmd. Hann setur seinna. Já. Já, hvað er maður? Já. Nei, gríftu boltinn með báðum höndum drengur. Þessi sending var aðeins að först. Hann náði ekki að hlaupa inn í hana, heldur að þetta var hún, já, vill á Guðmund. Og Daniel Vale kemur inn, skipting. Skipti við Guðmund, ger ég ráð fyrir. Já. Everett er út af. Nei, hann kemur inn, skipting að Gumma. Daniel. Já, nú ætlar hann að setja Daniel örugglega bara á Everett. Og þarf að þreyta hann dreng. Þetta verður bara frímerki. Hann setur hann. Daniel einn af betri varnarmönnum í drengjaflokksliði. Sem ég minnist á að spila á morgun kl. 11. Því miður verður engin útsending á leiknum. Já, Daniel er mjög góða fótavinnu í vörninni. Það er náttúrulega erfitt að spila á móti svona reynslumiklu manni eins og Everett. Stoppar hann ekkert. Já. Ok, jinxar hann allt og lengi. Þetta er ekkert auðvelt að eiga við hann. Þegar hann kemst í ham. Daniel, Júri, Ingimar, kíkir á Nemanja, já, Nemanja byrjar að dribbla og þeir verða að bregðast við, já. Villa, tvöföld, Villa, ok. Það er rétt. En nú kom 9 stöðmunur, það er svolítið... Svolítið ómikið. Ómikið, það er svo mikið, við viljum hafa þetta meira spennandi. En samt þriðja villan á Dovitas. Sækja bara á villunar. Flott lobbsending. Já, vel gert. Þetta er klassík. Þetta er vel gert. Þetta er einfalt og létt og laggótt. Þarna fær hann Everett boltan. Ætlar bara að fara... Nei, heat check og klúrar. Þetta betur fyrr. Fyrir vestra. Já, Daniel. Við með þetta? Nei. Finnur Huga, já, þetta er fínt. Fínt skot. Daniel með frákast. Flott. Já, og finnur Nemanja sem var klárar þetta vel. Vel spilað, timeout. Það var ákveður að taka leikli. Flott innkomi á Danna. Já, fín innkoma hjá hann. Stoltur af mínum manni. Eins og segi, það er ekkert auðvelt að dekka Everett þegar hann er komin í þennan ham.
Það getur verið flott einmitt að fá ferska fætur inn og ungar á mótunum og láta hann hafa fyrir hlutunum. Við myndum láta hann hlaupa svolítið þreytan, það tekur úr honum hérna undir lokin. Það getur tekið svona smá kraft úr honum. Hann komið 30 stig enga síður núna. Kemur ekki óvart. Já, hann fer alltaf yfir svo takmark þegar hann spila mót okkur. Fimm stiga munur. Vestri þarf að byrja að sækja á hann Davídas og Júlían og Geir. Bara taka þessa villu. Já. Nú er spurning hvað Mati er að teikna upp, hvort hann hafi verið ósáttur við sóknarleikinn eða varnarleikinn. Sennilega varnarleikinn. Já, sjáum hvort að eitthvað breytist. Mati er einn af yngri þjálfurum í deildinni eða ekki? Jú, ég hef nú grun um það. Já, nú bara... Flott vörn hjá Danna. Já, það er bara fínt einmitt að láta hann vera í honum, hann þarf að hafa fyrir þessu. Þetta tekur orku úr mönnum þegar þeir þurfa að vera endalaust að vesenast með manni í sér. Florian, notaspjaldið. Það galt og galopið skot hann. Bæði leikmennin Daniel og Everett sem er fljótur leikmenn, þannig að Danni nær alveg að hanga aðeins með honum en ekki samt allt of lengi. Everett á sig. Já, villa, flott villa. Þetta er önnur villan á Everett. Þetta er mikilvægt. Sem er bara... Skil ekki hverju Matti fær ekki tæknivillan, hann bara blótar hana. Alveg yfir alla... Nei! Það hefði komið bónus, þannig að já, nú það eru 5 mínútur eftir og það er komið bónus, það er ekkert endilega vola gott. Suðstigamunur. Hvert skipti sem að Vestri brýtur hérna frá þá svo er víti. Settir fyrstan Marko. Trúið því að setna sér líka bengunni. Jep. Já. Þetta fyrir á. Þú er Patti þetta drengur bara. Hugi, já, inn á Nemanja. Já, þau verða að sjáðu! Hann misti, hann bara fór frá honum. Hann týndi honum. Þetta er alveg bara svakalegt. Já, fín bolt, fín hreyfing á vörninni hérna. Nú er það að passa sér. Skref. Já, skref. Þarna. Þetta er rétt. Vel gert skiptingar, og Everett fær smá hvíld núna og Ragnar kemur inn á. Daniel búinn að standa sig vel. Þetta er skynsamlegt hjá Mati held ég. Gefa hann smá hvíld fyrir 4. leiklutan. Júre, Nemanja, Hugi, leita að þristinum hjá Ingimari. Það er ekki með keirir á hérna. Gerir vel. Áöpen hann með flótarinn. Marko keirir, þetta er skrif. Nei. Önnur villega Huga. Þetta er að vera skrif. En? Nei, það var tæpur hana. Flott innkomi á Danna. 1 frákast. Og Helgi Bergsteins kemur inn á. Já, Helgi kemur inn á. Staðið fyrir Daniel. Marko setur vítið. Það er nokkuð svolít þessi gaur, sýnst mér. Gott auga fyrir leiknum.
setur bæði. Já. Hugi. 9 stigs munur. Þeir ættu kannski að notfæra sér þetta þess að sko Hugi náttúrulega miklu fljótar heldur en Markó. Já, það er satt. Ja, nokkru fljótar, það geti... Galoppinn, setti þetta drengur. Klikkar aðeins, já. Nei. Hugi, það er uppkast. Hugi er sleginn í andlitið, held ég. Það skipti ykkur vestra, Ingimar fyrir út af og Hilmir kemur inn á. Nei, heyrðu, hann er bara blóðugur. Hann er blóðugur, hann... Ég vil ekki sjá þetta. Hann hefur fengið olnboga, sýnst mér. Drengurinn þarf að spila á morgun. Það verður hægt að líma þetta saman. Eða sauma þetta. Já, læknir á svæðinu, hann saumar þetta, hann reddar þessu. Já, það þarf nú ekki að leita langt til þess að komast í læknin. Ekki á Ísafirði. Hann þarf að skipta treyju. Já. Þetta er galopið. Þetta er vel, heldur betur opið. Þetta er svona blóðsveit og tár. Já, hann satt. Ekki tárin ennþá allavega. Ekki núna. Ekki ennþá. Nei. Þetta var svolítið ljótt. Verður að viðkvæmast. Florian Þristinn. Setur hann. Og setur hann. Þetta er ekki gott. Ekki gott fyrir vestra. Eðlilega. 12 stiga munur. Júre kemur hérna. Já. Nei! Nú þurfa að passa sig að missa ekki hausinn. Núna er... Vestri er komið 14 turnover. Það er 15 núna. Sem er bara mjög slæmt. Það er alltaf mikið. Það er mjög gott að fá stopp hérna núna. Blokk hjá Helga. Þetta er glæsilegt. Minn maður. Hann sagði við mig í pásunni að hann mun koma inn á völlinn og slátra þessum leik. Komið sér í gírinn. Já, við vonum að standi við það bara. Þetta var ein leið. Ein leið til þess að góð bílleikni. Já, vel gert. Já, koma sterkir inn núna bara. 10 stiga munur. Kristoffer vandræði með boltan, já. Erfitt skot. Florian. Aftur Pítsek. upp í Krist. Og klúrar. Beint út af. 10 stiga munur, 3 mínútur gott eftir. klapp þarna. Já, heldur betur. 3 mínútur eftir, 10 stiga munur af 3 leikluta. Góð vörn þarna, vel gert. Þetta er bara vel gert, varnarlega. Á samanskapi illa gert, sóknarlega. Þetta var alltaf hratt. Menn verða að losa sig. Já. Það er 12 stiga munur aftur. Við vorum að Hugi komið aftur. Það sé ekki mikið slasaður. Þú sér það eru sóknirnar hjá báðum liðum eru mjög stuttar, alla jafna. Þetta er bara beint upp og niður. Það er eins og það þurfi að gerast rosalega hratt. Og þess vegna er mikið skorað. Ég meina þeir eru konum í 76 stig, Hamarsmenn, og eru 3 mínútur eftir af 3. leikluta. Þetta geti alveg farið upp fyrir 100 stigin. Rúmlega það bara... Bæði liðum. Já, þetta gengur áfram svona. Everett situr ennþá á bekknum, Matti er að hvíla hann fyrir 4. Já, ég meina þetta hefur ekkert haft neinn áhrif þó að hann sitja á bekknum, grunnlega. Það er eiginlega bara öfu áhrif, þeir eru að spila jafnvel betur.
Þetta ekki neitt. Hilmir. Helgi, hann leitar af sendingu, fær hann ekki. 10. Gott skrín hérna, já. Og núna þurfum við bara að fá skotið. Helgi! Klikkar á. Hann nær þessu. Þeir eru tveir að berjast samverðir. Skref. Skref, já. Stúkan ekki nógu sátt. Nei, skiljanlega. Þetta var nú mest ég aftur við. Já, koma boltanum inn hérna. Florian með þrist. Klúrar og Nemanja með frákastið. Það er bara að gera að taka smá skynsemi á þetta. Taka góðan tími í svona. Þetta er mjög þröngt. Þristur! Klikkar. Hann hikaði. Hann hikaði, hann treysti sig Eða ekki í skotið. hikar þá bara ekki bara glimtir. Góð vörn. Góð vörn þarna. Nemanja keyrir upp með boltan. Þetta er ekki alveg maðurinn sem við viljum endilega. Allána. Nei. Þetta er orðið fyndið, sko. Þetta er bara... Þetta er ekki hægt. Þetta er þriðja tæknivillan hjá Vestra. Nú ætla ég bara að leyfa mér að vera hérna hlutdrægur og segja að þetta hafi verið kjaftæði. Þetta var algjört kjaftæði. Skiptingar. Egillinn. Ég bjóstu að hann myndi dæma villu, sko. Ég bara... Og fyrst hann dæmdi ekki villuna, þá myndum við allavega að fá boltan. Yep. Þetta er nú bara Þetta sorglegt. voru fyndið hvernig dómararnir í fyrstu deildinni. Boltinn lífur ekki. Þeir eru náttúrulega bara að gera sitt besta, en þetta var lélegt. Það verður bara viðurkennast. Allána. 64-76. Sjá hvað er gríðilegt, en að hvernig sérst að Nebo sé ekki inn á velli. Já, það munar heldur Það munar mjög miklu. En af hverju, já, þetta var nú sérkennilegt. Hann bara dribblar hann í gegn og tekur leiðu. Ég ætla að reynda að taka ruðning hana, gekk ekki nógu vel. Þetta hefur verið góðu tími til að sýna Egill galopinn. Senda ákveðin skilaboð og mölva á honum. Ekki gefa honum galopi leiðu. Hilmir, tveggjastega skot, hann er maskina hana. Alltaf honi. Við erum ekki að sjá Huga koma inn á. Allána. Það er bara að missa 2 menn út í meiðslum. Flott vörn hjá Helga. Ná Helgi er áfram bara, Ragnar. Skref. Skref! Nei, hann dæmi vill á Helga. Það eru 2 skot. Klikkar seinna, nei fyrsta. Það er bara að vera betur. Og Báður Flori með frákast. En hann fer upp í þrist. Og klúrar líka. Villa. Já, þetta er bara rétt. Þetta er alveg hárrétt. Fjórða villan Júlían. Svo Matan kemur inn. Alveg hoppandi á einu fæti. Já, hann er augljóslega ekki að fara að koma inn á aftur. Hann búinn styrtu. Allána. Núna er mikilvægt að keyra á körfunni. Júlían fara út af. Hann er komið fjórðu villuna sína. Upp með þetta þringur. Þarna. Þarna þekkið þið. Fín sending á Egil og hann verður hann sterkur upp. Ný klipping að gera sitt. Það var vel gert hjá hann fór sterkt upp með báðum höndum. Ekkert kjaftaði. Ný klipping að gera sig. Og núna lítur hann þess að þú. Þetta er tískan, maður. Flúras fyrsta. Og hann setur annað. Það er skipting. Þetta eru skiptingar. Ragnar fyrir auðvitað og Everett kemur inn á síðustu 35 sekúndurnar. Og Helgi vonandi munar dekka nógu vel.
Nú bara er ekkert í að brjóta, það er náttúrulega komin í bónus, þannig að við viljum ekkert vera að sjá að brjóta. Flott vörn hjá Gulla, tapar boltanum. Já, þetta er rétt. Þetta er alveg hárrétt. 20 sekundur eftir, 14 skotklukku. Já, Egill talar saman að fín skip. Æ, Tilgangslaus villa. það er að fá bónus, það er bónus. Þetta er mjög tilgangslaus villa þar sem þau eru að tapa með 11 stigum. Núna er betri skytta að koma inn á línuna sem er, hvaða númer er, 4? Kristófer sem er 72% vítaskytta. Þetta var óþarfi hjá Gulla, það verður nú að segja stöður. En það er nú eitt sem er svolítið sérkennilegt í þessum leik. Það er það að Gull er ekki búinn að taka ruðning. Það er bara eiginlega einsdæmi. Hann hafi ekki gert það. Já, ok, nú myndi ég setja skotið. Þristur, Gulli, er ból. Erfur þriði leikluti á Vestra, 67-81. 14 stiga munur. Ekki gott. Nei. Vestri þarf að byrja að byggja hann skora aðeins. Já. Nei, það er 67-80. Hugi fór beint á spítalan. Já, má sjá. Þetta sár. Þetta er fínasti skurður sem hann er með. Þetta eru nokkru spór. Já, það er alveg ljóst. Þetta þarf að sauma. Og það er þetta að missa svona góða leikmann, sko. Já, 12 stóðsendingar, 1 stig samt, en stigin skiptir ekki alltaf öllu máli. Nei, hann var að skapa í rauninni 24 stig, eða jafnvel meira. Þetta er svona. Sko, ég er að sumu leyti ánægður með sko, línuna sem að dómararnir hafa verið að setja. Það er að segja leyfa svolítið svona Báða liðum að brjóta hvort öðru. átök, já, þú veist. En svo það er ekki gott ef það á síðan að breyta út af línunni. Nei. Og svona taka einhverjar öðruvísi ákvarðanir allt í einu. Það er svolítið sérkennilegt. Annars heilt yfir hafa þeir verið allt í lagi, sko. Þeir eru alltaf umtalaðir, dómararnir. Já. Það verður alltaf verið þannig. Alltaf númer 1 á listanum hjá okkur til að tala um. Já, nákvæmlega. Og hjá liðum sem tapa. Já. Það er nú bara yfirleitt þannig. Það er svo auðvelt að benda á einhvern annan oft. Allavega núna þarf Vesti að byrja sterkt í vörn og sóknarlega. Það voru skiptingar með manniðinn fyrir Júre og Guðmundur fyrir Helga og Daniel fyrir Gulla. Þetta þannig. Já. Tæmsending. Ég menna það boltan. Daniel stillir upp. Nei, hann tapar bara boltanum út af. Boltanum. Allt í fína. Þetta er bara byrjandi mistök. Ekkert mál. Ekkert mál. Skiljanlegt, hann er stressaður. Bara suck it up, eins og segjum. Bæta fyrir þetta. Skrínina, skipta hjá. Herru, Villa, þetta er bara villa, maður. Geir fyrir þetta á Hagli, en þetta er þristur. Hann neglir þessu. Eru að hitta rosalega vel fyrir utan þriggja. Það verður bara að segja þessu verð. Tæfla í hitta mjög vel. 47% þryggjastega nýtingu. Í leiknum sem lið? Já. Já, það er virkilega góð nýting. Frábært. Vel gert þarna. Hann er eins og ballerína þarna undir körfunni. Þvílík fótafimmi. Þetta er má þetta.
Skref, skref, skref. Já, fótur. Fótur, skref, allt í einu. Mér sýndist það bara hreinlega að fara hann í splitt nánast. Já, tæpur hann í splitt. Já. Já. Ná, sérðu hvað hann Daniel snöggur ákveður strákur. kerinn, Já, sendur flott. út. Hérna, þetta er vel Flott. gert. Já, setur hann næstu í. 2 skot. Það er Kristinn sem brýtur á honum, syns mér. Önnur villa hans. Jep. Tvö skot á Nemanja. Nú sjáum við bara hvað er þetta 3 leikmenn sem við erum búin að missa núna. Adam, Nebo og Hugi. Já. Sjáum hversu miklu máli það skiptir að eiga bara Já, það getur verið gott að hafa. Bara heilt byrjunarlið, sko. Já. Það setur bæði. En þeir eru að standa sig fínt þeir sem eru að koma inn á hérna. Það er ekki snúið, sjáðu. Glæsileg vörn. Fín þetta vörn. Flott vörn. Það er að halda hann vel fyrir frá þessu. Þetta er Leifur hann taka skotið. fínt. Stígðu hann út, drengur. Þetta verður nefnilega pirrandi fyrir Everett. Hann þarf að hafa meira fyrir hlutunum, sko. Og Leifur hann taka annað þrist. Klukkaður en Þessum og þetta er annar frákasti. Þetta er skelfilegt. Þetta er svo... Skref. Ég er nú ekki viss að þetta hafi verið rétt. Hann hoppar á einum, tekur 1-2 með vinstri. Já, ok. Stöðu hana. Já. Þannig að það er það sem að hann dæmir á hana. Svona hesitation. Já. Þetta Upp á hægri, þetta er hárrétt 1-2. hjá honum. Dómarinn. Vel gert. Og Júri fer hérna upp í layup. Virkilega Þetta er flott. flott vel gert. Hann er hrikalega sterkur þegar hann fer svona til vinstri. Fer á vinstri hendina. Alveg bara, það er bara mjög erfitt að stoppa þetta. 10 stiga munur. Já. Fín hjálpa vörð hana. Stíga hann út. Það þarf að stíga hann út. Blakaði þessu hann í. 12 stiga munur. Já, gott með þetta. Sett þetta, yes! Já. Vel gert. 9 stiga munur. Hérna, já, fín vörn hérna, Hilmir. Fín vörn. Og hjálpin, fín, já, akkurat, yes! Já. Jú. Vel gert, fín vörn. Þetta byrjar og endar allt í vörninni. Já. Villa. Og það er villa nr. 5. Þetta er fyrsta villa. Fyrsta villa hans. Komin 19 stig á fyrsta villa. Það er búin að passa sig vel í þessum leik. Það er skiptingar. Rúnar Ingi fyrir Guðmund. Það er leikli hjá Hamar. Já. Það var þetta leikli. Það er hann að skipta líka. Sjá til. Þetta var 14 stiga munur og fór beint upp í 9 stiga mun á tæplega mínútu 2. Já, þetta er fljótt að gerast. Ég myndi samt vilja fá munin aðeins meira niður, sko, til þess að hafa þetta spennandi síðustu mínunar. Það er svo skemmtilegt, er þetta þannig. Við bara vonast til þess að það verði þannig. Og spurning hvort að... Það var að dæma okkur en að þessir lýsarar eru búin að vera hreinræktur skýta allan leikinn. Takk fyrir Sigurður Hjartarson. Já. Ég er stoltur af mig hvernig ég er að lýsa í þessum leik allavega. Já. Nei, mér finnst þetta mjög sanngjörn gagnrýni og uppbyggileg. Allavega, takk. Við tökum þessu hrósi. Já, þetta er bara fullkomið. Bara gaman að þessu. Ég ætla að segja hvað hætti við, sko. Má ég segja? Ég held að við ættum bara að bjóða honum að lýsa með okkur í næsta leik. Ætla að fáum við betri útsendingar og einhver til að lýsa leikjum. Þetta var ekki góð sending. Everett skefur þetta upp boltan. Já.
Að ná þessu. Já, Ok. Leifur með frákastinu. Þarna hefði hann hugsanlega mátt dæmi villu. Settu þetta drengur. Og Rúnar upp í þrist. Tæpur hana Líkar. Villa. Já. Hann dæmi villu. Á Kristinn. Þriðja Villa hans. Júri þristur. Þetta er Villa. Þetta Villa. Vel gert hjá Hilmi. Uppkast, skref, hvað var þetta? Það er vestur á boltansýninu. Nei. Nei, Hamar. Þið dæmdu uppkast og skref. Sjá hérna. Hann dæmur uppkast og skref. Já, þegar, já. Yes! Já. Hann sendir bara út af og kastar boltanum út af. Daniel kemur upp í boltan. Rúnar annar, þristur. Hann hefði mátt setja þetta. Villa. Ánægði með það, skildi ekki. Vill hann fá uppkast? Þetta er Villa. Þetta eru 2 stig, mikilvæg stig. Hann þarf að setja þessi víti. Geir kom með 4. villana sína. Og þeir eru komið með 4, nei. Kom með 4 villur þessum lið. Já, hann kom með 4, það væri 4 liðsvillur líka. Já. Og það eru skiptingar. Hann Kristinn fer út af fyrir Florian. Leif hann ekki á boltan. Næstu búinn að stela honum hana. Já. Flott vörn. Nei, hann slær beint í boltan. Ég held að það sé nú eitthvað til í þessu samt. Sýndist hann slá hann á hendina á honum. Kannski eitthvað smá en... En sjáðu sko, bara þetta tekur rosalega orku frá honum. Sko. Það hjálpar þegar þetta leikur tíma leikur. Já, hversu fljótur hann er. Já. Sér það, hann næri ekki að fara upp í skoti svona sem hann alla jafna kemur. Þarna glæsileg vörn. Nei. Ægjósa. Þetta er bónus, 2 skot. Þetta er 5. villan hjá Geir. Hann fer út af. Daniel, fín vítaskytta. Hægt að jinxa alla. Yes. Þetta er nú með fyrstu leikjunum hans, eða ekki? Þetta er fyrstu leikur hans í vetur. Þetta er fyrsta leikur hans með meistaraflokki í vetur. Hann spilaði með Haugum. Já. Tók sér pásu í körfubolta og handbolta. Já. Sjáðu. Komst í úrtakið þar. Flott vörn. Hann næri að halda sér alltaf fyrir framan. Það er rosalega fín vörn. Já, Júri færi á sig villu hana. Þetta er lagið, þetta er önnur liðsvillan. Önnur villa hans. Þeir eru ekki konur í bónus. Já. Fínt. Nei, Lárus. Þetta er bakgrinding. Þetta er bara allt í einu, sko. Já, þeir
þeim þykir rosalega vænt Jú, hvort annan, Florian og Nemanja. Aftur 10 stigum munur. Knúsast hann inn á vellinum. Aftur 10 stigum munur. Nei. Vel gert í Everage. Nú má stoppa tíman. Helst. Tími. Já. Það þarf að bæta við nokkrum sekúndum. Það er ekki verið að svara mér, en ég vil fá þessar 4 sekúndur tilbaka. Ég skal bara hringja í ritaraborðið. Dómararnir verða að sjá þetta. Þessi svarar ekki. Já, sjáum til hvað gerist núna. Spurning hvort að Yngvi fari aftur í svæði eða hvort hann haldi áfram í Möðramann. Flott hreyfing hérna hjá Danieli. Þetta? Júre, fyrstur af. Frákast. Slær í hendur. Come on, dómari. Helgi. 12 stiga munur. Ragnar, já. Ragnar upp í þrist. Blikkar, Nemanja með frákastið. Það gefur Júre með boltan. Já. Sett þetta. Það langar upp í þristin. Og nær síðan. Það myndi segja alltaf að segja nær sína eigin frákast. Hann er komið 20 frákast. Það er heldur betur að fara að spýta í lófana, 12 stiga munur. Everage kemur hérna með fína sending og það var óheppinn að klára þetta ekki. Hann hérna, Júlían. Já, upp með þig. Júre, nei. Núna. Út af Ingimar og setur það, núna, hvað er það? Klikkar. Óheppinn. Vestri aftur með 28% vítanýtingu. Þetta er villa á Marko. Hann setur hendina út þegar hann fer upp í skotið. 3 sekúndur líka. Ragnar. Gerir á körunni, já. Þetta er blokk. Nei! 1 sekúnd. Djöfullinn, maður. Það er 1 sekúnd eftir að skotklukkunni þegar það er brjótaði. Það var vill á Júre. Fjórða villan hans, nei þriðja. Þriðja villan hans. Mér finnst þetta fyndið, sko. Svo mikið í gangi, en þú veist, já, ég þarf að hætta að skipta mér af. Og Florian setur fyrra vítið. Og setna. Bæði Óni. Flott touch. Nú er einhverstað komið með smá. Og hann trúir. Það missir boltan hann. Og þeir ná frákastinu skora. Þetta er þar með þetta búið. Ég sé að segja það.
Hann fyrir upp í þristin. Fyrir þristin. Ok, hann setur hann. 13 stef munur. Þetta svolítið langt. Og með þróun leiksins svolítið mikill munur að brúa. Þetta körfubolti, allt getur gerst. Já. Hann fyrir að klúra þessu, klúra. Það setur hann. Þetta var pínlítið svona. Villa dómari. Langur þristur. Vá. Gott frákast þarna hjá Marko. Það er skiptingar aftur. Gerir það sem að aðri stóru menn mætti taka sér til fyrirmyndar. Hann er ekki að fara niður við boltan, heldur hann fer hann beint upp og klárar þetta. Já. Og svo. Sett þetta drengur. Það var bara ekki að fara í frákastum. En núna eru aðeins að kærleysir. Við erum ekki að hlaupa tilbaka. Nei, allir búin að missa vonun held ég. Já. Það má ekki stoppa bara, hætti að spila sko. Og Yngvi kastarinn, hann klæðinu skiptir öllum út af. Það er svolítið mikill munur að brúa 17 stig á 1 og 10. Það er alltaf hægt að segja að allt getur gerst en ekki í þessu tilfelli. (99, 82). Flott frákast hjá Agli. Helgi. Rúnar á Gulla. Gulli tapar boltanum. Boltan bara. Við senda boltan bara beint út af. Já, þetta svona endaði ekki eins og vestramenn hefur viljað. Þetta var samt líka spennandi leikur sko. Á köflum. Þristur, langur, mjög hár. Og Egill! Frákast hjá Agli hérna. Illa. Brotið á honum. Sterkt frákast. Fín barátta. Það er að gera að halda áfram að berjast og svo að útiti sér dögt. Aldrei að gefast upp. Hann setur fyrsta. Og annað beintun líka. Já. Stuðningur! Nei! Ha! Oh my god. Sæði hana svona. Þetta er galopið ruðningur með þér. Já. Svo skoða þetta hérna fyrir. Já. Ég... 184. Þeir eru alltaf ennþá að spila 100% vörn. Núna keyrir hérna sterkt að körfunni. Gulli, rákast nei. Þetta er orðið tilgangslýs þessi vill aðna sko. 6 sekúndur, 7 sekúndur eftir og... Menn er bara gleyma sér svolítið í leiknum. Vil ekki gefast upp.
fyrsta. Þeir eru að sigla þessu örugt í land, Hamarsmenn. Það er ljóst. Þannig að hérna á Flott Helgi. frákast. Villa. Flottur leikur, báðum liðum. Ekki góður sigur hjá Hamri, en já, Já, 84, 101. þetta var eiginlega bara svona eiginlega sanngjarnt. Sanngjarnt sigur í rauninni. Þeir bara voru hérna meira sannfærandi í sínum aðgerðum. Halló. Ég vil minnast á leikinn drengjaflokks á morgun, Vestri móti Keflavík, klukkan 11 morguninn. Ég vil sjá sem flesta. Takk fyrir. En já, ég vil minnast á leikinn á drengjaflokks á morgun. Já, að gera. Já, þannig fór þetta. Stigin skipta þannig að Ingimar er með 8 stig, Hilmir 8, Gunnlaugur 1, Júri 34, Egill 3, Hugi 1, Guðmundur 4, Adam 2 og Nemanja 23. Hjá Hamri var Kristófer með 8 stig, Marko 20, Everits 32, Geir 16, Júlían með 11 stig, Dovítas með 2 stig og Flórian með 12. Eins og ég sagði áðan bara í byrjun, þá sáum við alveg hversu mikilvægt er að hafa Adam, Nebo og Huga inn á velli. Já. Það bara skiptir svo miklu, bara gríðarlega, mjög miklu máli. Auðvitað munar þessa byrjunarliðs leikmenn. En góður sigur í Hamri. Góður sigur. Hvernig er næstu leikur? Það er bara úrslitaleikur. Það er á móti Þór. Útileikur. Útileikur 15. mars, held ég. Við þökkum fyrir í dag. Takk fyrir okkur.